Oft við orðlaus á landsmóti en nú vest með tungaðan tönn. Árni Björn Pálsson til hamingju. Takk fyrir kærlega. Sko, fyrsta lagi skulum við byrja á A-flokknum bara, við skulum klára hana því þú varst að klára það kannski ferskast í minni. 4. sæti á 6 vetra hesti. Þetta er náttúrulega bara meiriháttar, til hamingju. Já, takk fyrir kærlega. Það var óvænt. Ég bara fekk símtal í gær frá eigendum hestsins og prófaði hann bara í gær og fór svo nefnir atriði. Hann Steingrímur Sigurðsson hefur séð tamningu og þjálfun á þessum hest. Ég held það bara mjög vel, frábærlega. Ég bara gerði eins og hann sagði og það gekk bara vel. Það var svona tímabili á vellinum eins og þú værir hluti af hestinum. Nú var ég staddur inn í miðju og horfði á þau og svona þú varst að sleppa höndum og veifa og á stemming. Já, þetta var svona heat of the momenti sem maður slettir sko. Þetta er bara algjör snillingur þessu fólki. 6 vetra er náttúrulega, þetta er með ólíkindum 4. sæti landsmóti og einhvernar eftir því. Þetta er bara algjör snild. Aðalatriði kvöldsins kannski hjá sumum töltið, það komu ansi margir bara til að horfa á töltið. Þar klárar þetta bara frá A til Z. Hvernig líður þetta það? Þetta var náttúrulega stórkostlegt moment og maður er náttúrulega búinn að stefna á því að landa svona titli lengi en maður náttúrulega þarf að hafa hesti til þess og ég er búinn að vera með þennan hest núna, þetta er 3. árið og bara ég fengi fullt traust frá eigendunum að gera það sem að mér til vera best og þakka þeim kærlega vel fyrir Arnar og fjölskyldu og Herriðar Óli fyrir þetta traust sem að sýnt mér og maður gerir þetta náttúrulega ekki á hverjum hesti sem skilur þú þarfst að hafa materiálið en maður þarf náttúrulega að halda utan um það. Unique hestur. Þetta er unique hestur. Ég tók eftir því áðan að þegar þú áðan og fórst í A-flokkinu þá elti ég Silvíu hérna á kerrunni og fór að hjálpa henni að býta basically teipið af. Ég gerði það með tönnunum á hestinum þannig að ég er sennilega eini maður sem hefur gert það á þessum hesti, er það ekki rétt? Og gríðarlega vel tenntur. Gríðarlega vel tenntur. En hún var afskaplega sátt með þau og það er mikil aðstoð og hún er náttúrulega búin að leggja á fyrir því í millitíðinni og þetta er náttúrulega bara fjölskyldusport hjá ykkur. Já, algjörlega. Við Silvíu náttúrulega stöndum saman í þessu alveg frá A til Ö og þetta er náttúrulega miklu meira en vinna. Þetta er bara orðin lífstíl, skilur. Þessu síðustu vikur hafa náttúrulega, hefur maður ekki átt neitt líf nema þetta, alveg frá morgni til kvölds. Og maður náttúrulega, eins og mamma sagði við mig bara fyrir löngu síðan, maður uppsker eins og maður sáir. En það er alltaf gaman að það gengur vel. Er eitthvað sem þið gerir saman annað en hestamennska? Þá er ég ekki að tala um heima, ég ætla ekki að ræða það við, ég veit þú ætlar ekki að fara að ræða það við mig. En svona, gerið þið eitthvað annað? Horfið á eitthvað annað? Lesið þið bækur? Hvað gerið þið? Sko það er náttúrulega kemst voða lítið að, þegar að seasonið er í gangi. En auðvitað reynir maður að ferðast eitthvað svona og hafa gaman að lífinu, skilur. En hestar eru náttúrulega svo ofsalega fyrirferðarmiklir, sérstaklega þegar maður er svona að gera þetta á svona háu leveli. Maður er með svo mörg kross í einu og það er fólk í vinnu og einhvern veginn þarf að láta þetta allt ganga upp. Þannig að það kemst voða lítið að á meðan. Það er ekkert, þú ert ekkert inn í veiði eða eitthvað svona til þess að gleyma þig bara algjörlega? Nei, ég er náttúrulega veiðiklaufi. Veiðiklaufi? Þannig að, nei, það er svona, hefur ekki rúmast fyrir mig. Ég hef voða gaman að horfa á formúluna. Það var að vísa áður en þeir breyttu reglunum, en ég hef áhuga á því. Mikael Schumacher hefur væntanlega verið þar í uppáhaldi? Já, annar þjóðveri sem er bestur fjárhóldur heimsmeistari. Hann heitir Sebastian Vettel. Það er minn maður. Það er gott að vita að þú átt eitthvað annað áhugamál en bara hestana, en þú stendur þessu hetja til hamingju með bæði 4. sætið og að sjálfsögðu vinningssætið í töltinu. Og ég hlakka til að sjá þau eftir 2 ár, ég veit að það verður gaman og kannski á eitthvað af þessum hrossum sem voru hér í kvöld. Takk fyrir kærlega. Sko, maður á bara að láta mynda sig, getur ekki haft bara stillmynd í svona 4 mínútur.